Ertu á leiðinni út? Það alltaf ódýrara að bóka bílastæði við Keflavíkurflugvöll fyrirfram á kefairport.is. Einfaldaðu lífið, tryggðu þér stæðið og borgaðu minna í leiðinni. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesjamagasín okkar hjá Víkurfréttum. Dans, fermingar, undirbúningur og fjórða iðnbyltingin eru meðal viðfangsefna okkar í þessari viku. Við skoðum einnig Krýsuvíkurbjarg með augum fuglsins og heyrum nokkrar fréttir frá Suðurnesjum, en við byrjum á vélmennum. Hugmyndin í rauninni mjög einföld. Krakkar sem eru í grunnskóla í dag eru að mennta sig til framtíðar og til framtíðarstarfa sem jafnvel ekki til í dag. Það fyrirbrigði sem kallað fjórða kynslóðin og hefur gerst mjög hratt eins og við þekkjum öll bara í tækniheiminum í kringum okkur. Þessi kynslóð sem núna í grunnskóla, hún þarf að kynnast þessari fjórðu iðnbyltingu og grunnurinn að því að gefa þeim tækifæri á að vinna með vélmenni í leik, að forrita vélmenni. Þá eru þau að kynna svona grunnhugsuninni að fjórðu iðnbyltingunni og þar með í rauninni að búa sig undir þá framtíð sem að þau munu lifa í. Hvað kemur til að þessu síðan komið fyrir hérna í Heiðaskóla í Keflavík? Við vorum að velta því fyrir okkur hvort að við ættum að hafa þetta hjá Keili. Þetta tengist auðvitað námsbraut okkar nýju sem að byrja leikjagerðina. Má segja þetta sem ákveðin grunnur að henni. En að því að við erum að tala grunnskóla þá fannst okkur eðlilegra að þetta væri vistað inni í grunnskóla og höfðum samband við Heiðaskóla sem við höfum verið mjög góðu sambandi við og að vanda voru þau mjög opin og tilbúin og fræðslustjóri studdu þau svona með því að ráða sérstakan góðan mann til þess að halda utan að þetta. Og skilyrðið þá líka það að aðrir grunnskólar geti bókað tíma hjá þeim í þessu flotta róbótaveri, vélmennaveri sem komið hérna upp í Heiðaskóla núna. Og þannig sjáum við að sé verið að leggja grunn að framtíð grunnskólanemenda sem eru hér á svæðinu og gera þau sterka í fjórðu iðnbyltingunni. Hvernig ætlar Heiðaskóli að nýta þessi verkfæri í skólanum? Við erum náttúrulega þegar farin að nýta þetta. Andri sem sér þessi mál hjá okkur, hann gaf sér góðan tími að undirbúa þetta og læra á græjuna og hefur staðið alveg ótrúlega vel í því. En 9. bekkurinn okkar fær að prófa sig áfram með þessa forritunargræju sem heitir Fable og hafa staðið sér bara mjög vel og hafa verið virkilega áhugasöm. Það hefur gengið bara vonum framar að leyfa að fást við þetta. En svo eins og hefur komið fram að þá eiga aðri skólar að fá að njóta góðs að þessu og við höfum fengið nú þegar heimsóknur einum grunnskólana hérna í Reykjanesbæ og vona á öðrum og við bara bíðum spennt eftir fleiri bókunum í hérna Fable smiðjun okkar. Þið hafið svolítið verið að innleiða þessa tækni nýjungar í skólan á öllum skólastöðum. Já, við náttúrulega fórum að stað með spjaldtölvuvæðingu, sem að segja, á úlingastigi og við erum búin að vera með spjaldtölvuna bara í mikilli og góðri notkun hérna í nokkur ár núna og nú höfum við verið að færa okkur niður á yngri stigin, sem að leyfa þeim að kynnast því líka og nemendur á miðstigi eru til dæmis að hérna prófa sig áfram í forritun með svokölluðum microbit tölvum og yngstu krakkarnir hafa fengið að spreyta sig á einfaldari forritunartækjum. Og það hefur verið rosalega gaman að fylgjast með þessu. Og þú ert spennt fyrir þessari nýjung sem komið núna? Já, mjög. Þetta bara ótrúlega mikilvæg og góð viðbót við það sem við erum að gera. Við erum ekkert að hætta að nota blöð eða blýanta eða bækur. Þetta bara viðbót við það og hérna þurfum við að bjóða upp ákveðið hlaðborð í grunnskólum og það náttúrulega bara engin spurning að þetta náttúrulega bara partur af ekki bara framtíðin, heldur bara nútímanum að hafa þessa hugsun út af hvað tölvunar virka og hvernig hver grunnurinn að forritun út af hvað hann gengur. Og svo fékkstu stór og mikil fyrirtæki hérna á svæðinu til liðs við þetta verkefni? Já, það mjög gaman að segja frá því að Isavia og HS Orka, þau eru fjármögnuðu verkefnið. Keilir náði í umboð fyrir þetta
til þess að fá afslátt sem að síðan skólarnir njóta. Keilir ekkert að gera þetta fyrir sig. Ég líti á það sem bara samfélagslega skyldu skólasamfélagsins eins og hjá Keili að vinna með umhverfinu og þarna bara skemmtileg dæmi samstarf skóla, atvinnulífs og á milli skóla. Og við erum afskaplega þakklátt fyrir þann skilning sem að þessi öflugu fyrirtæki sýna þessu verkefni og sýna börnum framtíðarinnar. Og hvernig eru nemendur að taka í þetta? Mjög vel. Þeir eru langflestir mjög áhugasamir. En það eins með þetta eins og allt annað. Það finnst ekkert öllum þetta alveg svakalega skemmtilegt, sko. En það samt áberandi hve mörgum finnst þetta spennandi og skemmtilegt. 7 dansarar Listdansskólans Danskompani í Reykjanesbæ hafa nú tryggt sér þátttöku á heimsmeistaramótinu í dansi sem fram fer í Portúgal í sumar. Með glæsilegum árangri í undankeppni mótsins sem haldin var þar síðustu helgi komu stelpurnar allar inn í landslið Íslands í dansi en þær kepptu með 11 atriði í undankeppninni og unnu 9 þeirra til verðlauna. Danskompani hefur nokkura mánaða skeið verið til húsa í nýrri aðstöðu við Brekkustíg í Njarðvík. Sólborg Guðbrandsdóttir kíkti þangað og ræddi við kraftmikla dansara. Hvernig svona mórallinn í stelpunum eftir þennan árangur? Hann náttúrulega geggjaður. Það allir bara í skýjunum. Og við erum svona ennþá bara að komast niður á jörðina eftir frábæra helgi. Og þetta þýðir þá að allur þessi fjöldi dansara hjá þér að fara að keppa á heimsmeistaramóti í dansi? Já, í Portúgal í sumar. Og hvernig það mót? Það virkar í rauninni þannig að eins og forkeppnin að þá sem sagt keppt í fullt af dansstílum. Það keppt í showdans, jazz, commercial, hip-hop, það tap, það song and dance og moderns. Ég bókað að gleyma einhverjum og undir hverjum flokki svo keppt í solo og duett og tríós. Svo eru litlir hópar og stórir hópar og svo undir hverjum flokki þar eru aldurshópar, undir 9 ára, undir 13, undir 17 og undir 25. Þannig að þetta alveg risastórt mót fyrir í rauninni mjög stóran aldur og mikið af krökkum. Hvernig undirbúningurinn fyrir allt þetta? Þið þurfa að leggja svolítið mikið á minnið fyrir þetta, eða ekki? Jú, þetta talsvert á atriðum. Þetta bara, ef ég myndi ykkur, eins og ég var í 5 atriðum, 2 þeirra voru 2 mínútur og 3 þeirra 2,5 mínúta og öll stöppuð á spórum, þannig að. Voruð þið bara að æfa allan daginn, alla daga fyrir þetta, eða hvernig var þetta? Sko, við erum náttúrulega á æfingum sjálfar að æfa marga klukktíma í viku og svo bættist þetta inn alveg svona virkum dögum kannski 2-3 tímar og helgar vorum við með 6-7 tíma æfingar oft á dag. Hvernig það, Díana? Bara rosalega gaman. Hitta bestu vinkonur sínar og æfa í 7 klukktíma. Það bara rosalega gaman. Hvernig var tilfinningin eftir svona mikla vinnu að fá öll þessi verðlaun? Hún var eiginlega bara ólýsanleg. Þetta var eitthvað sem við byggumst alls ekki við og sérstaklega að við fengum svona sérstök dómaraverðlaun fyrir commercial hópatriði okkar. Það bara, ég veit ekki hvert við ætluðum. Við kepptum með 11 atriði og það var sem sagt 1 atriði commercial hópatriði hjá þeim sem vann sem sagt dómaraverðlaun og þá sem sagt vinnur koreografurinn, ég sem sagt koreografaði atriði, þá vinn ég þau verðlaun að sem sagt velja 3 stelpur úr þessum 5 manna hópi sem greiða ekki fyrir keppnisgjöld eða fyrir danstíma og annað sem úti að því í rauninni þessi viðburður miklu stærri en bara keppni. Hann í rauninni líka dansworkshop og alls konar með heimsfrægum þjálfurum og danshöfundum og þær þurfa ekki greiða fyrir það og ekki keppnisgjaldi. Hvernig mun Danskompani síðan sjá að greiða fyrir rest? Það sem sagt sjáum í rauninni að fjárafla fyrir sig og nú erum við bara að leita að styrkjum og stelpunar eru með hvað 9 glæsileg dansatriði sem hafa komist inn á heimsmeistaramóti og þær vilja glaðar sína þannig ef að fyrirtæki til dæmis með árshátíðir annað þá má endilega hafa samband við okkur og
og styrkja hópinn og þær koma að dansa. Þetta stórt afrek fyrir Suðurnesjamenn. Algjörlega, þetta náttúrulega bara glæsilegur árangur að ná í rauninni öllum dönsurum sem við sendum í þessa forkeppni inn í landsliðið. Það bara ólýsanlegt. Who can defy the law? He's the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. And when you reach the scene of crime, McCavity's not there. Hvernig gekk ykkur á mótinu? Bara mjög vel, við lentum í fyrsta sæti fyrir okkar aldursflokk. Hvernig var það? Það var bara ótrúlega gaman. Hvernig undirbjugguðu þið ykkur fyrir þetta? Við æfðum bara mjög mikið fyrir þetta. Við hittum stundum bara við tvær og æfðum bara mjög mikið sem var bara mjög gaman sko. Þannig að við vorum alveg 100% í þessu sko. Hvernig tilfinningin að vera að fara á heimsmeistaramót í dansi? Þetta er ekki alveg búið að synga inn hjá mér. Þetta er svona stundum er ég bara vá, ég er að fara til Portúgal að gera það sem ég elska. Og það er bara ótrúlega gaman að hugsa það. Hvernig veist þér það? Ég er bara líka ótrúlega spennt. Ég ger ekki annað en að hugsa þetta sko. Hvernig er bara svona tilfinningin núna eftir alla þessa vinnu að hafa einhvern veginn náð þessu að vera að fara á heimsmeistaramóti? Bara sjúklega góð. Já, það er ekki hægt að lýsa þessu sko. Nei, þetta er bara ótrúlega skemmtilegt. Já. Hvernig er þá næstu mánuðir hjá okkur? Við erum pakkaðir. Já, það er stór sýning í dansskólanum í maí, síðan bara undirbúningur fyrir mótið. Er það mikið markmið á mótinu? Bara gera betur og bara fara eins langt og við getum. Bara rústa þessu. Í ljósmyndabókinni Reykjanesskagi, náttúra og undur eftir Ellert Grétarsson náttúruljósmyndara er meðal annars sagt frá fuglabjörgunum í Hafnabergi og Krýsuvíkurbergi í máli og myndum en það síðarnefnda er stærst fuglabjarga á Suðvesturlandi. Það er víðast hvar 50 metra hátt og hæst 70 metrar. Talið er að hátt í 60.000 fuglapör verpi í bjarginu. Mest áberandi eru rita, langvíja og álka meðal annara sjófugla sem þar verpa má nefna fíl, lunda, silfurmáf og toppskarf. Ellert skoðaði Krýsuvíkurbergið með augum fuglsins og tók saman í eftirfarandi myndskeið þar sem meðal annars má sjá myndarlegan foss sem er sá eini hér suður með sjó. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem er fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is.
sæl aftur. Fermingar eru byrjaðar hér suður með sjó. Undirbúningur fyrir stóru stundina hefur staðið yfir síðan í haust. Marta Eiríksdóttir kíkti í fermingafræðslu í Keflavíkurkirkju og ræddi þar við fermingarbörn og séra Fritz Má Jörgensson sem hóf störfum haustið 2017 hjá Keflavíkursó. Innslagið svo skreytt með myndum úr fermingar guðsþjónustu í Ytri Njarðvíkurkirkju síðustu helgi. Komið með okkur í fermingarfræðslu. Við byrjum alltaf á því að fara í vatnaskó. Svona seint á sumrin eða í byrjun hausts og erum þar í nokkra daga, það eru 2 nætur og þar förum við gegnum fræðslu, kynnum krökkunum og náttúrulega bara leikur og alltaf gaman að vera í skóginum. Nú síðan fræðslan yfir vetur, hún mjög fjölbreytt. Við að sjálfsögðu förum í gegnum svona helstu þætti í kirkjustarfinu og kynnum fyrir þeim út á hvað það gengur allt saman. Tökum einhverja dæmisögur og við til dæmis erum allan veturinn að kenna þeim kærleiksboðorðið frá Jesú Kristi og benda þeim á hvernig veröldin væri ef að við kæmum fram við náungan eins og við viljum að náungi komi fram með okkur. Einfallega því að við teljum að það sé ótrúlega góð kennsla. Nú, og svo erum við bara að fara yfir lífið. Við ræðum bara hvernig að vera unglingur og við ræðum samskipti og bara góða veginn og slæma veginn, fíkniefni og svo framvegis. Og við erum svona við höldum til dæmis sameiginlega kennslu með Sandgerði og Garði. Við höfum verið með stórar fermingarhátíðir á vori þar sem að allir krakkarnir koma saman. Og þetta við syngjum með þeim, við erum með söngstundir og þannig að þetta í rauninni mjög fjölbreytt. Við höfum verið að gera þetta þannig líka að það sé ekki vikulega fræðsla. Heldur erum við svona með stærri viðburði til þess að geta fækka skiptunum af því það náttúrulega mikil samkeppni við fótboltann og körfuna og bara alla tómstundirnar og við reynum að taka tillit til þess. Finnst þér trúin þín hafa aukist við þessa fræðslu? Já. Varstu trúið áður eða finnst þér þetta hafa fengið til þess að hugsa meira trúna? Ég hef alltaf trúið á Guð en þetta alveg búið að aukast núna eftir að ég byrjaði í fermingarfræðslu. Og hvað það sem að þér hefur fundist standa upp úr? Var eitthvað sérstakt sem að þér minnistætt? Hvernig hefur þetta gengið fyrir sig svona? Já, mér skemmtilegast fannst hann messan, ljósamessan. Þá fengum við að taka þátt í messunni. Mér fannst það skemmtilegt og bara svona venjulegu fermingarfræðslu tímanir, það bara mjög skemmtilegt. Já, ertu búin að vera að mæta í messu? Er það eitt af því sem þið eigið að gera, mæta í messu? Já, við erum að mæta í 10 messusamtals áður en við fermumst. Hvað finnst þér það sem þú hefur verið að læra Til dæmis hefur þið lært eitthvað utan bókar eða? Já, ég lærði trúarjátninguna og eitthvað svoleiðis og faðirvorið, ég hef alltaf kunnað faðirvorið. Trúarjátninguna, eigið að kunna hana á fermingardaginn? Já, en við fáum samt, ef við gleymum því eða eitthvað þá fáum við minnismiða með því og faðirvorinu. Þannig að trúarjátningin dálítið stórt atriði á fermingardaginn? Já, ég held það. Hvernig, ertu búin að hugsa eitthvað út í fermingarveisluna? Hlakkar til eða hvernig verður fermingarveislan heima hjá þér? Já, ég búin að hugsa mikið út í það og skipuleggja alls konar. Og ertu búin að ákveða fötin sem ætlar að vera í? Nú eru stelpur kannski alltaf dálítið að spá í hvernig það ætlar að vera. Máttu ljóstra upp hvernig þú ætlar að vera á fermingardaginn? Já, ég búin að kaupa hvítan kjól og hvíta svona háhælega skó og já. Hvernig ætlar að hafa hárið? Ég sé þú ert með mikið og langt hár. Hvað á að gera við hárið? Ég held ég seti svona fléttur í hárið og hafi svona krullir og eitthvað svona takja svona saman og festið aftan. Þú ert að fara að fermast núna frá Keflavíkurkirkju í vor. Viltu segja mér af hverju ert að fermast? Ég að staðfesta skírnina og ég vil vera kristin trúar og tilheyra þessari kirkju. Ertu búin að læra margt í vetur? Er búin að vera fermingafræðsla?
Já, ég var áður fyrir þegar ég var yngri alltaf í sunnudagsskólanum, þannig að ég vissi svona eitthvað, en já, ég búin að læra mjög margt. Finnst þið gaman að læra það sem þið verið að kenna þér hérna í fermingafræðslunni? Já, það búin að vera mjög góða kynningar og alls konar bara frá öðrum löndum, það sem að hjálparstarfið að já, bara útskýra hvernig lífið annars þar. Og þá verið að sýna ykkur hvernig kristindómurinn hefur haft áhrif á löndin í kringum okkur? Já, bara já. Hvað finnst þér það, Jón? Þetta bara margt sem maður vissi ekki og þetta bara, margt mjög merkilegt. Ertu duglegur að mæta í messu? Er það eitt af undirbúningsverkum ykkar að mæta í messu á sunnudögum? Já, þú átt sem sagt að mæta í allan 10 messur og ég búið með þær messur og svo alltaf fermingafræðsla annað miðvikudag. Hvernig finnst þér að mæta í messu? Það bara fínt, sko. Maður bara svona, bara byrja daginn svoleiðis, það bara mjög fínt. Já, þú mætir í morgunmessu á sunnudegi? Já. Finnst þér þú að hafa orðið meira trúaður af fermingafræðslunni? Finnst þér trúin þín hafa aukist eða minnkað? Já, fyrst þá skildi ég þetta ekki en ég farið svona, að skilja þetta mikið betur núna og búin að, Hvað það við þennan dag sem að þér finnst spennandi? Er búið að ákveða veisluna og hvar hún verður haldin og allt það? Já, það sem sagt bara búið að ákveða hvar hún verður og bara matinn og alls konar, sko. Hlakkar þér til? Já, við hlakkum mjög til. Og hvað heldur þú gleymir svo bara öllu Jesú þegar búið að ferma þig? Nei, ekki alveg. Ég munir alveg örugglega muna mestmegnis allt, sko. Við leggjum okkur fram við að sko nálgast þau á þeirra forsendum og svona á jafningjagrundvelli. Það hefur gengið ótrúlega vel og krakkarnir líka, þau eru einstök, þessi krakkar hérna, þeir eru svo flott og maður getur einhvern veginn ekki varla að tjáða hvað framtíðin hlýtur að vera björt með svona fólki og það er einhvern veginn sko auðvitað, þau eru að staðfesta skírnina sína, þau eru komið með rök getu til þess að ákveða og þau eru að ákveða það að þau ætla að fylgja Jesú, gera Jesú að leiðtoga lífsins, þó svo auðvitað spila veisla og gjafirnar og allt þetta inn í þetta, er þetta samt þessi ákvörðun. Og því fylgir bara að taka ákvörðun góð gildi, góða veginn, koma vel fram við sjálfan sig og aðra og já, bara tileinka sér þessi góðu kristni gildi sem við erum að kenna. Faðir og Sonur og heilagur andi, varveita þig í skírnarna þín til Kristus. Hvaða vers og heilagur hildingu hefur þú valið að leiða ljós í lífið þín? Sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Friður sé með þér. Amen. Það er aldrei logn molla í fréttum frá Suðurnesjum. Hér eru nokkrar fréttir úr miðlum Víkurfrétta þessa dagana. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja fær 55 milljónir króna til að efla tækjakost á fjárlögum þessa árs eru samtals 421,8 milljónir króna ætlað til tækjakaupa hjá heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni. Rúmur helmingur fjárins er föst fjárveiting en 200 milljónir króna er tímabundin fjárveiting ætluð til endurnýjunar á myndgreiningarbúnaði stofnananna. Með þessu tímabundna framlagi er verið að bregðast við uppsafnaðri þörf fyrir úrbætur í þessum efnum. Meðal upphæð á kaupsamningum fasteigna á Suðurnesjum í marsmánuði voru 38 milljónir króna en alls var 88 samningum þinglýst. Af þessum 88 voru 70 samningar eignir í Reykjanesbæ. Þar voru 40 samningar eignir í fjölbýli, 24 samningar eignir í sérbýli og 6 samningar annars konar eignir. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar getur ekki lagt til að farið verði í bindandi íbúakosningu starfsemi kísilvera í Helguvík á grundvelli undirskriftasöfnunar sem ráðist var í nú í vetur. Þetta kemur fram í bókun frá bæjarfulltrúum beinnar leiðar, Framsóknarflokks og Samfylkingar á fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar í síðustu viku. Þá segir að meirihluti bæjarstjórnar hefur nú þegar lýst þeirri skoðun sinni að starfsemi af þessu tagi sé óhentug, svo nærri íbúðabyggð og hefur skorað á viðkomandi fyrirtæki að hætta við frekari uppbyggingu í Helguvík.
Það því ljóst að meirihluti bæjarstjórnar deilir skoðunum með þeim sem rituðu nafn sitt á undirskriftalistana og mun í framhaldinu skoða möguleika á aðkomu íbúa að frekari uppbyggingu kísilvera í Helguvík sé þess nokkur kostur. Bæjarráð Reykjanesbæjar hefur samþykkt að farið verði í heildarendurskoðun á núverandi húsnæði bæjarskrifstofu Reykjanesbæjar til að laga starfsaðstöðu og mæta væntanlegri fjölgun starfsmanna. Í afgreiðslu bæjarráðs segir að vilji sé til að vera áfram á Tjarnargötu 12 ef það reynist hagkvæmasti kosturinn. Guðbjörg Kristmundsdóttir formaður verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur og nágrennis segir nýgerða kjarasamninga vera tímamóta samninga en þetta samningsform hefur ekki áður verið reynt á Íslandi. Í samtali við Víkurfréttir í þessari viku segir hún að allir aðalar verði að leggjast á eitt til þess að þessar launahækkanir fari í vasa fólks, ekki beint út í verðlaga. Guðbjörg og hennar fólk hjá VFSFK þessa dagana að kynna nýgerða kjarasamninga fyrir sínum félagsmönnum en myndirnar með fréttinni voru teknar á kynningarfundi í vikunni. Leið og við þökkum ykkur fyrir áhorfið þá minnum við á aðra miðla okkar hjá Víkurfréttum. Við erum með vikulegt fréttablað sem fer inn á öll heimili og í fyrirtæki á Suðurnesjum í næstum 10.000 eintökum. Við erum einnig með daglega frétti frá Suðurnesjum á Víkurfréttavefnum www.vff.is og áhuga fólk golf færa allar nýjustu fréttirnar á kylfingur.is alla daga ársins. Þangað til næst, verið sæl. Hvað var þetta? Settu bara fyrir mig. Getur við notað þetta? Getur við notað þetta? Hvað var þetta? Það bara, þangað til næst.